of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Heilige Fader, ég byrja að blessa börnin okkar, Drottinn minn. Ég byrja að fara fyrir þeim, Heilige Fader. Ég byrja að við megum vera fyrirmynd fyrir þau, Jesús minn. Við megum leiða þau veginn inn, Drottinn minn. Við megum fara undan þeim, Drottinn minn. Og þegar þú fara undan þeim, Drottinn minn, þú megum varðveita þau í skólanum, í framhaldsskóla, Drottinn, í leikskóla, Drottinn. Þú megum varðveita þau þar sem þau eru, Drottinn minn. Heilagi Faðir, blessaðu börnin okkar, Drottinn. Blessaðu framtíð þeirra, Drottinn. Blessaðu þau, Drottinn. Heilagi Faðir. Amen, Jesús. Höldum áfram að lofa, Drottinn. Heilagi Faðir. We stand in adoration.
loksins, þau eru hér fyrir sunnan vegna þess að þau voru á þingi sem að hét áður Gideon en nú heitir þetta Orðið. Við langar til að við sameinumst í bæn fyrir þessu litla félagi. Þetta komið hérna, hjón við erum með mér og þetta svo merkilegt félag vegna þess að það kannski, þetta eitt af eins og félögum sem hefur hæsta menntunarstig á Íslandi. Það eru flestir þarna prófessorar eða doktorar eða eitthvað svoleiðis, sko bróðir minn þarna og ég þekki þetta svolítið. En þetta félag, það fær ekki að koma inn í skólana, grunnskólana, að gefa nýjundarstementi. Hvað að ef að skólakerfi sem að mennta okkur og gera okkur hæf, vill síðan ekki fá okkur þegar við vorum trúuð og útmenntuð með doktorsgráður, þá megum við ekki koma að því við erum með orð Guðs. Og mér langar til að við biðjum fyrir því að þessir múrar verði brotnir. Og orðið það fái bara opnun, alveg sama hvort þau að tala við fermingabörn eða skólabörn, að það verði allir inn á því að við tökum við orðinu. Heyri amen. Amen. Drottinn, þakka þér fyrir í þínu nafni, þá megum við biðja fyrir þeim til þess að þau verði fulltrúar orðsins. Við biðjum fyrir félaginu þeirra, við biðjum fyrir styrk Drottinn minn, við biðjum fyrir því Drottinn Jesús að hinni trúuðu fái áhuga að vera með þeim, við biðjum fjárhagsstöðu Drottinn að hún verði góð og við biðjum fyrir opnuninni, að það verði opið fyrir orð þitt í skólana, til nemendana, í kirkjuna Drottinn minn, allsstaðar þar sem þau knýja dyra, þar megi vera að opna fyrir þeim að því fólk vil heyra orð sannleikans. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Það svo bara sem fulltrúar okkar, ekki orðlaus, heldur með orðinu. Því orðið lifandi og kröftugt og það má ekki taka það frá fólk. Akkúrat. Og það vel til þess fallið að dæma hugsanir og hugrenningar. Sko, smjúin, ystu, fylsni, hjörtu, andarsálar og merkjar og allt þetta. Koma allir rétt til leiðar og það þessum sem verður að taka þetta frá fólk. Þessu andmæli ekki, sko. Ég þó ekki að fara í andmæli við. Þetta alveg rétt af þér. Drottinn blessi þig. Virkilega. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Eitt söngur í öðru. Gammal sálmur sem Gústa okkar söng hérna. Hann snart mig, hann snart mig og friður
Viðfangsefnið er spennandi í dag, það er heimska og viska. Ég veit ekki hvorum meginn ég vilji vera, en ég hef alveg ákveðið mig hvorum meginn ég ætla að vera þar. En það eru hérna, já. Mig langar að lesa hérna bara stutta sögu heimsku. Og þetta er ekki alveg ný saga, ég held ég hafi lesað hana hérna fyrir ykkur áður en þeir eru örugglega búin að gleyma því. Það er kona sem hét Sue Ellen Carey. Hún var áhrifavaldur og eftirherma, vakti heimsathygli á síðasta ári þegar hún giftist sjálfri sér. Tók eftir því. Við heldur sérkennilega athöfn í Lundúnum. Þetta óhefðbundna hjónaband varð ekki langlíft, en Carey, hún hefur greint frá því að hún sé að skilja við sjálfa sig. Já. Það er mikilvægt að vita hvenær á að binda enda á eitthvað, sagði Carey, meðal annars þegar hún var spurð út í ákvörðun sína. Að sjá fyrir sjálfum sér og standa við eigin væntingar er mjög krefjandi. Carey, sem er með, takið eftir, hún er með hátt í 500.000 fylgjendur á Instagram. Reyndi allt sem hún gat til að koma í veg fyrir þessa ákvörðun. Ákvörðun sína og leitaði aðstoðar hjá hjónabandsráðgjafa. Já, þeim ekki hlæja, það er bara haturshlátur að þið hlæja þessu. Já, það er ekkert annað. Hún leitaði aðstoðar hjá hjónabandsráðgjafa, en eftir vandlega íhugun ákvað hún að slíta hjónabandinu og nú leitar hún að eiginmanni. Þetta er bara eitt dæmi það sem er að gerast í okkar þjóðfélagi og við köllum, ég kalla þetta heimsku fyrirgefðu. Annar maður, hann er sagnfræðingur, Hallur Hallsson. Ég ætla bara að gefa ykkur smá tilvitnun í hann. Vegna þess að mér finnst það mjög góð tilvitnun. Hann segir, fólk verður að, og þetta er kannski óskilt, en þetta kemur inn á heimsku. Af því að það sem við heyrum ofta að trúarbrögðum og kristinni trú er oft kennt að það séu stríð í heiminum. Hann segir, fólk verður að skilja að guðleysi er jafnmikill siður og kristni, Íslam, Hindú og Búdda. Guðleysi er siður, segir hann. Munurinn er bara sá að guðleysi setja sig yfir Guð skapara sinn. Skapara himins og jarðar. En kristnir velja Jesú Krist og Drottinn almáttugan. Kristnir velja líf í ljósi, guðlausir boða þá furðu trú að manneskjan komi út úr myrkrinu, þar sem ekkert er, og hverfi aftur til myrkurs, þar sem ekkert er. Þetta er, ég var að segja þessi þróunarkenning, upphæði. Þetta er bábilja sem óþekkt er í sögu mannkyns, segir Hallur. Afleiðingar þessara stefnu eru endalausar styrjaldir, sífelldar plágur. Guðleysir hafa nú þegar tekið yfir Ísland, segir hann. Ég ætla að hafna því, þeir fá ekki að taka yfir Ísland. En þetta er, já, þetta er líka eitt dæmi heimsku að segja að Guð sé ekki til. Sálmur 14:1 segir, heimskingin segir, Guð er ekki til. Ef við höldum áfram að lesa þennan sálm, þá segir, Guð lítur niður að himni. Guð, hann lítur nefnilega fram hjá heimskingjanum, hann er ekkert að pæla í honum og athugar hvort hann finnir nokkur sem er hygginn. Einhvern sem leitar hans. Það er nefnilega hyggni og viska í augum Guðs að trúa á hann. Fyrir Guð er það viska að trúa, en fyrir þá sem hafna samleikanum er trúin heimska. Þannig að við sjáum hérna að það sem er viska fyrir einn er heimska fyrir annan, það sem er heimska fyrir einn er viska fyrir annan. Ok?
Við ætlum að fara aðeins inn í orðskviðina 9 á eftir sem tala visku og heimsku. Svo spurningin fyrir okkur hvort viltu vera heimskur í augum manna eða í augum Guðs? Við þurfum að velja. Viltu vera heimskur í augum manna eða viltu vera heimskur í augum Guðs? Svo það þetta með mannréttindi. Við heyrum heilmikið talað mannréttindi og það sem sagt mannréttindi oft heimska í mínum augum vegna þess að upphaf mannréttinda þegar að Guð skapaði mann og gaf honum líf. Upphaf mannréttinda að Guð skapaði mannin og hann gaf honum líf. Amen. Og það viskan sem segir það. Viskan segir að Guð skapaði þig og hann gaf þér þessi mannréttindi að vera til. En svo segir heimskan, það eru mannréttindi að fá að lifa í synd og uppreist við Guð. Þannig að við höfum heimskuna, við höfum álit heimskunar á mannréttindum og við höfum álit viskunar á mannréttindum. Ég ætla að taka afstöðu með viskunni. Að það eru mannréttindi að fá að lifa. Það ekki mannréttindi að fá að syngja til dauða. Vegna þess að syndin eyðileggur líf margra manna. Það eru hérna áður en við förum í 9. kaflan, þá ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna bara nokkrar ritningar úr orðskviðunum sem að mér finnst alveg frábærar. Það gott að lesa orðskviðin af og til og það ekki svo oft talað úr þeim frá púltinu, þannig að ég ætla að gera það í dag. Orðskviðinu 22:3, þar segir: Vitur maður sér ógjafinn og felur sig, en einfeldningarnir halda áfram að fá að kenna á því. Það hérna þýðing sem heitir ERVAF, hún segir, ef ég ætla að lesa á það ensku: Smart people learn more from a single correction than fools from 100 beatings. Nei, þetta önnur ritning sem ég ætla að lesa á eftir, fyrirgefið. Skynsami maður sér hættuna og gerir ráðstafanir, en heimskingin veður áfram og þarf að taka afleiðingunum. Sem sagt, skynsamur maður, hann sér hættuna og gerir ráðstafanir. Heimskingjarnir halda bara áfram og fá að kenna á því. Og eins og við segjum í fótboltanum stundum að þeim refsað fyrir það ef þeir gera mistök. Og síðan það hérna, sem sagt, vitur maður sér ógjafinn og felur sig, einfeldningarnir halda áfram og fá að kenna á því. Orðskviðin 17:10, það var það sem að ég var komin í þarna áðan í annarri þýðingu. Þar segir: Ávítur fá meira á hygginn mann en 100 högg á heimskingja. Ávítur fá meira á hygginn mann heldur en 100 högg á heimskingja. Af hverju þetta svona? Jú, að því að ávítur virka ekki á heimskingjan. Það þarf að, segir Salomon, að berja hann til hlýðni. En hérna segir: Smart people learn more from a single correction. Fólk sem smart. Velgefið, já, takk. Velgefið fólk, það lærir meira af einni leiðréttingu heldur en heimskingjar frá 100 höggum. Og af hverju þurfa heimskingjarnir 100 högg? Það af því að þeir eru svo heimskir að þeir vilja ekki taka leiðréttingu og sleppa við höggin. Mér finnst það bara, ég veit ekki, mér finnst þetta voðalega mikil heimska. Að vilja ekki taka við leiðréttingu og vilja freka fá 100 högg í staðinn. Það heimska. Það hérna ein ritning í viðbót, eða 2, 17, 27-28. Fámálugur maður hygginn, geðrór maður skynsamur.
Fámálugur maður hygginn, geðrór maður skynsamur. Nýja þýðingin 2007 segir hygginn maður orðvar, skynsamur maður fáorður. Hygginn maður orðvar, skynsamur maður fáorður. Orðskviðin 18:2. Heimskingin hefur enga mætur á hyggindum, heldur á því að gera kunnar hugsanir sínar. Heimskingin hefur engar mætur á hyggindum, heldur að gera kunnar hugsanir sínar. Það er nefnilega það. Svo kemur, við höfum heimskar konur og við höfum vísar konur, vitrar konur, að þegar hann Job var í erfiðleikum, þá var konan hans ekki sú sem hann þurfti á að halda, að hún sagði honum að formæla Guði og fara að deyja. Þá segir hann, réttilega, nú talar þú kona góða eins og heimskar konur tala. Ef við höfum þegið hið góða Guði, þá eigum við líka að þykja hið vonda, erfiðleikana, þrengingarnar frá Guði, sagði Job. Og þá förum við í orðskviðina, kafla 9. Og það textinn okkar í dag. Orðskviðinni kafli 9, það segir spekinn hefur reist sér hús, höggvið til 7 stólpa sína. Og ég las í einhverju biblíu að húsin í Ísrael í þá daga voru, gott hús var með 4 herbergi og hafði stólpa, 7 stólpa sem undirstöður og líka til að halda þakinu uppi. En við sjáum hérna að það eru 2 ímyndir, heimska og viska, spekinn í þessum kafla, heimska og viska. Og það sem það eitt sem það eiga sameiginlegt, einhver sem veit það. Hvað á heimska, það reynda bara hér í þessum kafla. Þið getið ekki getið upp á því að lesa kaflan. Já, hann gat það. Það standa báðar við veginn og það reyna báðar að ná athygli fólksins. Það standa báðar við veginn og reyna að ná athygli okkar, mannana. Í orðskviðunum 1. kafla, þar okkur tjáð að það þarf visku til að kunna meta skynsemi. Einhver með 2007 þýðinguna sem að getur lesið fyrir mig 1. og 2. versið í 1. kaflanum, orðskviði Salómons Davíðssonar Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga. Það kemur hérna. Til þess að menn nemi visku og leiðsögn og læri að meta orð skynseminnar. Málið að sumir svo heimskir að þeir kunni ekki að meta skynsemi. Þess vegna voru okkur gefnir orðskviðirnir, til þess að við kynnum að meta skynsemi. Til þess að menn fái viturlegan aga. Agi ekki endilega inn hjá öllum í dag, kannski hjá íþróttamönnum. Réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni, hinn vitri hlýður á og eykur lærdóm sinn. Mér finnst það nefnilega, hinn vitri, hann vill hlusta, sem að hinn heimski vill oftast ekki. Þannig að hinn vitri eykur lærdóm sinn, og það kannski útskýrir þegar Jesús segir að gefa þeim sem hefur, af því að hinn heimsku vilji ekki. Hinn hygni nemur holla lífsreglur, til þess að menn skilji orðskviði, líkingamál, orðspekingar og gátu þeirra. Hinn vitri, til þess að menn skilji orðskviði, líkingar, orðspekingana og gátur þeirra. Við sjáum hér að það þarf visku til að meta hvað skynsemi.
og taka leiðsögn. Þekking án visku getur stundum verið sem heimska. Þekking án visku getur stundum verið sem heimska. Ef þú kannt ekki að nota þekkinguna þína, að þá hún þér ekki til góðs. Margir vilja alltaf koma sem sagt, því frá sér sem að þeir vilja koma frá sér, en kannski við erum ekkert tilbúin að hlusta á. Okkur langar ekkert að hlusta á það. Þannig að þekkingin kemur þá ekki þeim að notum sem að hlusta. Þannig að viskan, það segir á einum stað í Guðspjöllunum að góður ráðsmaður, hann ber á réttum tíma fram það sem er nýtt og gamalt. Hann gefur fæðuna á réttum tíma og það er svo mikilvægt að gefa fæðuna á réttum tíma. Þekking án visku getur stundum verið sem heimska, eins og Orðskviðni 14:2 segja okkur. Heimskingin hefur engar mætur á hyggindum, heldur á því að gera kunnar hugsanir sínar. Heimskingin hefur mestar mætur á að gera kunnar hugsanir sínar. Fyrra Korinthubréf 8:1, það segir okkur að þekkingin blæs menn upp, en hvað gerir kærleikurinn? Hann byggir okkur upp. Þekkingin blæs menn upp, en kærleikurinn byggir okkur upp. Og það er vers í Efesusbréfinu sem segir að það er eitthvað sem gnæfir yfir alla þekkingu, og það er kærleikur Guðs. Hann gnæfir yfir alla þekkingu. Ef við lítum aftur á kafla 9:1, spekin hefur reist sér hús. Einn biblíuskýrandi, hann segir að spekin sé ljóðræn myndlíking af Kristi, eða vísdómi Guðs. Og ég elska versið í fyrra Korinthubréfi 1:30 þar sem segir að hann er orðinn okkur vísdómur, réttlæti, hann er helgun og hann er endurlausn. Á öðrum stað er sagt að hann hefur gefið okkur hlutdeild í þessu, og það er gott að eiga Jesúm Krist sem vísdóm, réttlæti, helgun og endurlausn. Þannig að við getum sagt að Guð, spekin hefur reist sér hús, og það er talað hús líka í Hebreabréfinu 3:6, að við séum hans hús. Við erum hans hús. Við getum sagt að Guð hafi byggt hús í Kristi til að vernda mannin frá heimskunni. Guð hefur gefið okkur hús í Jesú Kristi til að vernda okkur frá heimskunni. Og það minnir okkur á örkina sem einnig var byggð til verndar mannkyni. Spurningin er hverju vilja ganga inn í þetta hús og vera þar þegar flóðin koma. Það virðist alltaf þurfa að vernda mannin frá heimskun, og við lesum í fyrsta Korinthubréfi, 1. kafla, viskan í augum manna er heimska í augum Guðs. Og hjá sum er viska að segja að Guð er ekki til, en Guð segir, heimskingin segir engin Guð. Þannig að heimskingin segir engin Guð, en Guð segir, hann þekkir heimskingjan. Og við getum sagt að hérna vers 2, hún hefur slátrað aliféð sínu, byrla vín sitt, já, hún hefur þegar búið borð sitt, hún hefur sendt út þernur sínar, hún kallar á háum stöðum í borginni, hver sem óreindur er komi hingað, við þann sem óvitur er, segir hún, komið etið mat minn, drekkið vínið sem ég hef byrlað. Látið af heimskunni, þá munið þér lifa, og fetið veg hyggjindana. Við getum sagt að fórnin vísi til fórnar dauða Krists, og borðið, það er borð sem Guð hefur fyrirbúið okkur í hans húsi að við megum lifa. Þannig að þetta er tákgrænar merkingar hérna. Og hún hefur sendt út þernur sínar. Guð sagði að við ættum að fara og boða öllum fagnaðar erindi og gera lærisveina. Og hún hefur sendt út þernur sínar, röddin heyrist á háum stöðum í borginni. Hún segir, komið hingað, þér óreindu, ég skal hjálpa ykkur, segir hún, látið að heimskunni, eða því sem frú heimska kallar visku, og þið skuluð lifa.
Þannig að við sjáum hérna heimskan, hún hefur sína visku og viskan hefur sína visku og þetta hefur virkilega talað til mín. Það eru svo margir núna á samfélagsmiðlum sem segja, já, heyrðu, þú ert bara fávís, það þarf að fræða þig. Og með hverju vilja þeir fræða okkur? Jú, þeir vilja fræða okkur með sinni eigin heimsku. Og ég skal bara taka dæmi eins og þetta hérna, þegar einhver segir, sko, ef að mér finnst óeðlilegt að fólk fæðist í vitlausum líkama í hundraðavís, ef að mér finnst óeðlilegt að það sem að gerast, að hérna, já, menn sé að karlmaður kalli sig konu og að bara tveir karlmenn giftist og allt þetta, ef mér finnst það óeðlilegt, þá er mér sagt að ég þurfi fræðslu. Og það er heimskan sem vill fræða mig. Ég hef meðtekið viskuna frá Guði sem segir, hann skapaði þau karl og konu. Það er viska Guðs. Þannig að, en heimskan, hún er með sína útsendara til þess að fræða, segir hún. En hér erum við að tala um viskuna að hún hefur sendt út boðbera sína og fagnaðarerindið hefur verið boðað mest alla jörðina og það er gott að íhuga hérna vers 10, þar segir ótti drottins er upphaf viskunar. Ef þeir sem ekki óttast drottina, þeir hafa enga visku, því að það er upphafið, það byrjar þar. Ef þú óttast ekki drottin, þá ertu bara heimskur. Takk fyrir. Já, nú þarf að fræða þig, segir hinn heimski. Ég segi það þarf að fræða þig, þú heimski maður. Farðu og leitaðu uppruna þíns og sjáðu hver skapaði þig og hlustaðu á hann. Það er alltaf í bílaviðgerðum og vélaviðgerðum, þá er alltaf farið í upphafið, manúalinn til ef við ætlum að finna það sem er að. Við breytum ekki manúalnum þegar við höfum einhverjar bilanir, vegna þess að þá finnum við aldrei bilunina. En það er það sem heimurinn og heimskan er að gera í dag. Þeir eru að breyta manúalnum eða handbók lífsins fyrir fólk og svo sitja allir eftir í særindum og heimsku. Sem sagt, ótti drottins er upphaf viskunar og að þekkja hinn heilaga eru hyggjindi. Í Rómverjabréfinu þá er þetta útskýrt að mennirnir, þeir töldu sig vera vitra, heimskan taldi sig vera vitur og þeir urðu heimskingjar, segir Páll. Þeir töldu sig vera vitra, sem sagt þeir höfðu meðtekið þessa fræðslu frá frú heimsku og nú þóttust þeir vera mjög vitrir af því að heimskan sagði þetta og heimskan er allsráðandi og sko heimskan er að uppfræða kennara í dag, heimskan er allstaðar á lögregluna, að heimskan er allstaðar á ferðinni. En viskan, hún hefur ekkert breyst. Það er ákveðin lögmál í lífinu sem hafa ekkert breyst. Guð er hinn sami og mennirnir eru hinir sömu. Þannig að ef að ég verð veikur á þá að breyta læknisfræðinni til að hafa mig veikan áfram eða á að gefa mig lyfið í, eins og læknisfræðin sagði í upphafi. Við hljótum að vilja velja lífið. Viskan velur lífið. En lítum nú aðeins á frú heimsku. Kafli í vers 13. Frú heimska er óhemja, einföld, veit ekkert. Hún situr úti fyrir húsdýrum sínum á stól upp á hástöðum í borginni til þess að kalla þá sem veginn fara. Þá er ganga beint áfram leið sína. Hver sem óreyndur er komi hingað, við þann sem óvitur er, segir hún, stóli vatni sætt, lostætt er launið til brauð og hann veit ekki að það eru hinni framliðnu. Þeir sem hún hefur boðið heim eru í djúpum heljar. Og við skulum aðeins skoða þessi vers að hún kallar líka á hina óreyndu og
hún kallar á það sem skorti dómgreind, hún vil ná þeim og hún segir stolið vatn er sætt, lostætt er launið brauð og myndin sem að hér er dregin upp, ef við lesum orðskviðina í samhengi þá sjáum við að það sem er verið að tala er óleyfilegt kynlíf er best, okkar stefnumóti í leinum eru sætara öllu öðru. Biblíuskýrandi segir augljós myndlíking af því eiga mög við annan en maka sinn. Og hann veit ekkert, það er talað mann hérna í 7. kafla, ef þið eru ekki alveg sammála mér, að það er hann sem að hittir portkonu á gatnamótum og hann anar beint á eftir henni og fer rakleiðis á eftir henni eins og naut, gengur fram á blóðvöllinu eins og hjörtur anar í netið, uns örin fer í gegnum lífur hans, eins og fuglinn hraða sér í snöruna, veit ekki að líf hans er í veði. Þetta er 7. kaflinn. Þannig að hér er verið að tala það sama, að lostætt er launeti brauð, stolið vatn er sætt. Og það er verið að bara tala allt sem er óleyfilegt, þar sem Guð hefur bannað til þess að varveita líf okkar. Það er verið að hvetja til þess að fara á móti Guði, það er verið að hvetja fólk til þess í raun og veru að ganga og ana beint inn í dauðan. Heimska við sjáum í versi 18 að heimskan, hún segir okkur aðeins hálfan sannleikan, alveg eins og höggormurinn forðum. Hann sagði Evu bara hálfan sannleikan. Hann fræddi Evu. Eva var búin að fá fræðslu hjá viskunni, en nú kom höggormurinn með sína heimsku og sagði að hún myndi verða alveg eins og Guð. Og það er það sem framgengur í dag, að við getum bara, við erum sjálf okkur nóg. Þú ert nóg, það þykir voðaleg viska í dag að segja, ég er nóg, þú ert nóg og ég er í núinu. Já, þú ert í núinu, það er allt í lagi og þú ert nóg, en þú þarft á Guði að halda til að eignast eilíft líf. Þú ert ekki nóg til ef þú ætlar að eignast eilíft líf. Þú ert ekki nóg. Hann er skaparinn og ef þú ætlar að fara yfir fljótið og lenda hjá honum, þá segir Biblían að svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn, til þess að hver sem trúir á hann glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Amen. Þannig að heimskan, hún segir okkur hálfan sannleikan alveg eins og höggormurinn forðum. Og síðan kemur þetta vers hann, það er verið að tala ákveðna persónu, hann veit ekki að þar eru heimkynni hinna dauðu, eða hann veit alls ekki að þessi lífsmáti leiðir aðeins til dauða. Það er þessi lífsmátin að stolið vatn sé satt. Og það hljómar allstaðar. Unglingarnir okkar fá þetta og þetta hljómar allstaðar. Og ef við lítum á umhverfi okkar í dag, vita fæstir hvað er leyfilegt. Það vita fæstir hvað er leyfilegt og hvað er óleyfilegt. Og það eru greinleg merki þess að boðskapur heimskunar virðist hafa náð til þjóðfélagsins. Því miður. En við sjáum að það sem viskan kallar ranglæti og Biblían kallar synd, það er upphafið í okkar þjóðfélagi. Og hvað gerir svo? Svo rís ofbeldið upp sem vöndur á ranglætið. Það kallar á ofbeldi, það kallar á glæpi og það kallar á líka sjúkdóma. Og hennir heimsku skilji ekki. Geðlæknar hafa sagt okkur að í mörgum tilfellum stafa geðræn vandamál barna, og ég er búin að horfa tvisvar á þetta í sjónvarpinu. Geðlækna, er orðið talsvert síðan, að þeir segja að geðræn vandamál barna og unglinga stafa oft af því að þau byrja að stunda kynlíf og snemma. Geðlæknar. Þeir eru að takast á við þetta. En það var hérna eitt í sambandi við heimsku. Það var hérna vers, heimskan er yrðalaus, léttúðug og veit ekki. Þetta er vers 13. Vers heimskan, það er bara gott að
Þetta er vers 13. Frú heimska er óhemja, einföld og hún veit ekkert. Og ef þú flettir þessu versi upp í lifandi NLT-þýðingunni, she is ignorant and does not know it. Hún er fávís en hún veit það ekki. Hún er fávís en hún veit það ekki. Heimskan, hún er óhemja, einföld og veit ekkert. Og málið er það að flestir sem eru heimskir, þeir vita það ekki. Þeir halda þessi vitrir og flestir í okkar þjóðfélagi í dag, þeir heimskan, já það var, munið í íslenskunni, heimska, skilgreininga á því var einhver sem hafði aldrei farið að heiman. Þá var hann bara heimskur. Hann hafði aldrei yfirgefið sinn bæ. En vandamálið með heimskuna í dag, svo sem flæðir yfir okkur, að hún veit ekki að hún er það sem Guð kallar heimsku. Og ég var að tala að geðlæknar eru búin að komast að því að sem sagt, kynlíf barna og unglinga orsakar geðræn vandamál. Á sama tíma er skólakerfið að tróða þessu að börnum allt niður í 5 og 6 ára. Ég var að lesa bara núna á Facebook klausu úr fræðslu fyrir yngstu börnin og það verið að kenna þeim að snerta, já fyrirgefiði, ég ætla að segja það, á sér endaþarminn. Til hvers? Og svo áttu að þvo sér hendurnar á eftir. Og hvaða heimski kennari leyfir þetta í sínum bekk? Ef þú ert kennari og þú sem sagt, tekur þetta inn í þína námskrá, þá ertu heimskur. Þá ertu bara heimskur. Og þú hefur í raun ekki rétt til þess að kenna börnum. En þetta er það sem er að gerast og svo er fólk hissa að allar geðdeildir eru fullar af börnum og börnin eru óhamingjusam, þau leiðast út í glæpi af því að þau hafa innbyggða, heilbrigða skynsemi, þau sjá að þetta er rugl. Á sama tíma er kynfræðslan í skólum svo að allt er leyfilegt, báðir aðilar samþykkja. Viskan segir hins vegar að þú skuli varveita þig hreinan fyrir maka þinn. Viskan segir að þú skuli varveita þig hreinan fyrir maka þinn. Þetta þykir heimska í dag í augum heimskunar, þess sem ég kalla heimsku. En þetta er viska, vegna þess að ef að það væri, ef allir lifðu samkvæmt þessu, þá væri engir kynsjúkdómar í heiminum í dag. Það væri bara þannig, það væri ekki til. Myndum ekki vita hvað það væri. Ef við breyttum eftir boðum Guðs. En frú heimska heldur áfram að bjóða fólki í húsitt. Og hér er einn biblíuskýrandi sem segir, þeir sem þiggja boðið sem er í formi veisluboðs, þeir munu koma á jarðaför en ekki veislu og það mun verða þeirra eigin jarðaför. Þeir sem þiggja boð heimskunar. Þeir eru raun og veru að, já, hún leiði þá áfram út í dauðan. Laun syndarinnar er dauði. En það er reyndar hatursorðræða líka og þú getur misst starfið fyrir að segja það. Og við höfum dæmið þess hér. Svo er annar guðfræðingur sem segir í hverju borg, á hverju stræti, við hverja dyr tækifæra, þá kalla þessar 2 raddir til manna að hlýða röddu viskunar er að lifa. Að hlusta á tælandi röddu heimskunar er dauði. Hvernig greinum við á milli þessar radda? Það skal ég segja ykkur. Með því að gjöra ótta drottins að miðpunkti í þínum lífi. Ef þú óttast Guð, þá veistu hvað er heimska, þá veistu hvað er rangt og þá veistu hvað er rétt. Með því að gjöra ótta drottins að miðpunkti í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Og við áttum einu sinni þessa setningu, ungum er það allra besta, óttast Guð sinn Herra, þeim mun viskan veitast best.
mest og virðing aldrei þverra. Amen. Þannig að spurningin fyrir okkur hvort viltu leyfa heimsku að fræða þig eða visku? Tilboð Jesú Krist, það hljómar að hann orðinn oss vísdómur, réttlæti, helgun og endurlausn. Hann vill hjálpa okkur og hann vill vera með okkur í gegnum lífið og þá förum við klakklaust í gegnum lífið. Áður en að ég kom inn á veg viskunar, að þá var ég að gera alls konar hluti sem að voru sjálfum mér til ama og þrautar. Og það margir hlutir þegar ég lít tilbaka, stundum koma minningarnar, að jafnvel enn þann dag í dag, þá skammast ég mín fyrir það sem að ég gerði þá. Og ég segi, Drottinn, þakka þér fyrir að blóðið þitt hefur hreinsað mig og þakka þér fyrir að ég ný sköpun í Jesú Kristi, þakka þér fyrir að þið gamla varð að engu, þú hefur þurrkað það út, ég ný sköpun og þessi gamli maður ekki til lengur, hann ekki ég. Þetta segi ég þegar minningarnar koma til mín. En málið að það ein ritning hérna í Korintubréfinu sem ég ætla að enda á, fyrra Korintubréfi, og ég ætla að lesa hérna fyrra Korintubréfi 1. kafla, og við skulum lesa frá versi 21. Og ég ætla að lesa hérna þýðingu lifandi orð, held ég að sé, því að þar heimurum með speki sinni þekkt ekki Guð, í speki hans tóknaðist Guð að frelsa þá trúa með heimsku predikunarinnar. Hér þýðing sem segir svona, í visku sinni gerði Guð það svo að það væri algjörlega ógerlegt að uppgötva hann með allri visku þessa heims. Guð gerði það þannig, það ógerlegt að uppgötva hann ósýnilegur og þú getur ekki uppgötvað hann, þú getur uppgötvað hann með vísindum ef þú vilt, af því að þá, ef þú horfir á sköpunina, ef þú horfir á DNA, ef þú horfir á það sem hann hefur gert, þá getur að vísu séð að það til Guð, en það ógerlegt að uppgötva hann og komast í samfélag við hann með allri visku þessa heims. Hann gjörði að engu visku heimsins með predikun krossin til að frelsa þá sem trúa. Þannig að ég talaði daginn að sannleikurinn væri horfinn, en hann ekki alveg horfinn. Þetta hús hér, samfélag okkar, stólpi og grundvöllur sannleikans. Hús Guðs stólpi og grundvöllur sannleikans. Þó að sannleikurinn sé horfinn fyrir utan, að þá hann ennþá til í okkar lífi. Og við þurfum og eigum að skipa okkur í skarðið fyrir þjóðin okkar, fyrir börnin okkar, fyrir fjölskyldurnar okkar. Við þurfum að gráta og við þurfum að biðja fyrir landin okkar. Amen. Virkilega, og vera vakandi og biðjandi. Og við þurfum að segja öðrum frá Jesú. Og ég meina, við eigum ekki að vera feimin að hafa okkar skoðun. Ég sá það í umræðunni í gærkvöldi að það að ráðist á þá sem að vilja standa upp fyrir það sem rétt sem sagt í þessum bæjarstjórnarkosningum, en sjáðu til, við þurfum bara að standa, við höfum ekki að bakka, við höfum að standa á því sem rétt og því sem satt. Af því að sannleikurinn setur fólki frjáls. Lygin, sjáðu, hún setur þig aldrei frjálsan. Ef einhver fær að heyra sannleikan, þá möguleiki á að hann verði frjáls, ef hann meðtekur hann. En ef við þorum ekki að segja sannleikan
Og sko það svo margir sem vilja segja, ok, við höfum bara að elska fólk til lífs, ok, jú, það gott. Við höfum að elska fólk til að geta sagt þeim sannleikan. En ef við bara elskum fólk án þess að segja þeim sannleikan, þá það ekki sannur kærleikur. Það ekki sannur kærleikur, það bara hræsni. Þannig að við þurfum að virkilega meðtaka þá visku sem Guð hefur gefið okkur og gefa hana til heimsins. Amen. Og við skulum rísa á fætur og biðja saman fyrir bara bæjarfélagin okkar, biðja fyrir börnunum okkar og landin okkar. Biðjum að Guð fái aftur að koma og vera Guð vors lands. Við biðjum Drottinn að orðið þitt fái aftur að koma inn í skólana. Við biðjum Drottinn minn að fræðslan uppruna mannsins, Jesúm Krist, kristna trú, fái aftur að koma inn í skólana. Við biðjum Drottinn minn og Guð minn að þeir sem eru afvegaleitir að þeir fái hjálp. Það sé ekki gerður lagalegur rammi til að halda þeim afvegaleitum, heldur að þeir fái hjálp. Þeir fá að heyra sannleikan og Guð í kærleika. Blessaði heilagi Faðir. Og ég bara biðji fyrir öllum sem eru vegviltir. Ég biðji fyrir þeim sem að Drottinn minn viti ekki hverjir þeir eru. Vilt þú Drottinn koma og Drottinn, og vilt þú umlíkja þá með kærleika þínum og sýna þeim hverjir þeir eru og hverjir þeir geta verið í þér. Drottinn minn og Guð minn. Í nafni Jesú Krist. Halleluja. Og Drottinn, við bara þökkum þér. Og við segjum, Jesús, þú ert okkar hirðir, þú ert okkar Drottinn. Amen. 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 Enda. Það ekki neitt við þetta bæta, það?